Jólasnjórinn og það náttúrulega satt ískalt og það alltaf allir einhvern veginn jafn hissa að þeirra kólnar. Hafið tekið eftir? Allir svona jafn... Þetta kallt maður? Já, kom öllum gett og óvart að það væri kallt í desember. Ég samt get ekki gert grín að því ég segur sjálfur. Fyrsta sem ég sagði þegar ég labbaði hérna á maður, djöðlega kallt maður. Ég er með svona tilkynningaskyldu. Ég þarf alltaf að tilkynna allt sem að gerast í kringum. Þú ert líka svona. Ég verð að láta ykkur vita ef ég þarf að fara að pissa. Segð mér það, þú ert verri en ég. Ég veit það ekki sko, en ef ég þyrfti að fara að pissa núna á eftir. Þú segir okkur það? Já, ég vil að fara að pissa. Já, algjörlega. Þú með þess að segja líka hvernig þið líður, bara herri, ég bara nokkuð góður, þó maður spyrði þig ekki. Já, bara herri, ég vaknaði í morgun og ég bara pari. Þannig að oftast er að hvernig ertu að segja að ég góður, þú kemur ofta fyrir bara, herri, ég bara nokkuð góður. Já, maður bara feskur í dag. Maður hugsa, hvað, spurði ég? En talandi það, ég er rosalega feskur í dag. Já, ég líka, en Gilsarinn, það heyrðist ekki mikið í honum. Ég er svo nýr. Þú ert svo nýr. Það er bara þannig. Já, þetta er með svo stór dagur fyrir þig. Og stærsti dagur aðeins. Þinn tónlistarferil, er hægt að kalla þetta tónlistarferil? Já, sko, að sjálfsögðu. Er það ekki bara frekar stór dagur fyrir þig og þetta gangandi grín þitt? Nei, hann er að fara að lönsa nýju lagi og vídeo hérna eftir. Já, það er bara þannig. Sem ég er þetta mjög spenntur fyrir. Og myndband, þið hafið ekki heyrt það sem er svolítið skemmtilegt. Ég er að frumflytja þetta lag fyrir ykkur félagar. Við viljum fá þetta beint í æð, eins og hlustendur. Þetta er gamla, þú hefur ákveðið að eyðileggja gamla vamlagið þegar ekki Last Christmas. Og það er ekki svona það er búið að skemma það núna. Ég er að taka Last Christmas með George Michael sem er ömulegt lag og ég er að gera það good shit. Ég held að þetta sé að versta sem hefur komið fyrir George Michael síðan hann var tekinn inn á klósetti með buxurnar á hælunum. Og það er að þú skildir taka lagið hans og ætla bara að breyta þig. Ég fekk einmitt e-mail frá honum að sagði að þetta var a great honor. Thank you DJ Muscle Boy. Þannig að þetta verður 17:00 í dag og það verður alltaf vitlega fólk, Ísland fer á hliðina. Já, það er samt fólk í prófum. Ég veit að þetta er ekki bara að kera þig í gang. Þess vegna líka máli er að fólk sem er í prófum, ég mæli með, ég bara slökkuð á þættunum núna. En menna, þarf alltaf að vera vín? Nei, það er endar hárrétt. Það er alveg þetta fíling á þess að vera með vín. Ég segi það, akkur er ekki hægt að leggja blýjantinn og blaðið frá sér, bókina, bækurnar og taka smá snúning bara inn í herbyggi. Fólk elskar einn skýt kallt. Það er nú að koma eitt snillingu til okkur í dag sem skemmti sér betur en flestir og hann hefur aldrei drukkið, Jón Jónsson. Jón Jónsson, býtu af hverju hann, já. FM 95 Blöð gott talent. Það er 95 Blöð gott. Og það er 2-2 hjá mér og Stonefucker. Þannig að þetta er mjög mikilvæg keppni í dag. Er þetta nafn catching on, Stonefucker? Nei, ég væri til, ég myndi bara vinsalast hægt að kalla mig þetta bara núna, sko. Ég hef aldrei verið kallaði Stonefucker, ekki nema bara vagli. Þetta er svona áleika vont og blöðpúp. Ég hef ekki viljað þetta myndi festa. Nei, ég hef ekki hægt að þessu. Stonefucker og blöðpúp. Það er líka annað stórt en á dag. Allir sem eru með síma núna og eru inn á Snapchat, farið og addið FM 95 Blå. Bara FM 95BLO. Ekki Ö. Því við félagarnir eru mættir á Snapchat. Já, og þarna verðum við 3 og við erum með reglu. Það verða allir á okkur að setja 1 á dag. Þannig að það verða allir á 3 á dag. Þannig að þetta má, sko, þannig að basically tengist þetta þættinu voða lítið. Við megum vera bara í daglegu lífi að snappa. Já, bara heima. Já, bara í vinnunni. En notum þetta líka náttúrulega. Það eru komin inn 2 frá því í dag. Ok. Þannig að farið inn á Snapchat og addið FM 95 Blå. Ef ég til dæmis fara æfingu kvöld, ég kannski bara taka dumbbell concentration curls, kannski. Mætti taka snabbt út af því? Auðvitað, og þegar þú tekur American Weight Gainer 40 Mætti taka snabbt út af því líka? Algjörlega. Allt inn á FM 95 Blöð. Og ef þú átt félaga í gimminu sem eru á bólum eða anadróli eða eitthvað skemmtilegt. Já, nóg að þeim. Taka þetta upp leið og nálinn fyrir inn. Þar hafið það, kæru hlustendur, FM 95 Bló á Snapchat. En við erum eins og við sögum á með snildar þátthand ykkur í dag. Hvað ætlar að bjóða ykkur upp á þau? Við erum náttúrulega með FM 95 Bló gott talent. Jón Jónsson kemur í heimsókn og steytist í hann, 20 mínútur í hann. Við erum með gamla góða myndir fyrir cash og það er mjög gott í dag. Það er sérstaklega ein spurning sem að ég svona brostið þér í samtana í morgun því að ég laki til að heyra hvað ég segi þar. Við erum með sturla staðrindir á sínum stað. Það er frumflutt nýtt lag hér í þættinum. Rétt. Gilsarinn með Last Christmas. Nei, það heitir Muscle Bells. Heitir lagi Muscle Bells. Muscle Bells. Já, mjög gott lag. Mjög gott nafn á lagi. Svo alveg heyrt það vera. Út af Jingle Bells. Muscle Bells. Muscle Bells. Út af því það eru bjöllur í því. Með góðu punktur, nánast kettirbjöllur. Er þetta betra lag en Jólin? Ég ætla ekki að reyna að vera leiðilegur, þetta er betra lag en Jólin. Gætum við að spila það líka hérna eftir. Brakandi fest íslenskt slúður. Það verður á svæðinu, já, ég er búin að fá mikið að tölupóstum að regnirinn. Hver, getur þú neindroppað eitthvað? Hver að skýta? Já, og sko, til dæmis eins og með Snapchatið okkar, sem við félagarnir eru konum með, þar má til dæmis eins og í íslensku slúðri og fyrir spurt og svarað
Það má neglinn slúri þar og benda okkur á. Hann má benda okkur á hluti þar. Já, ok. Svo erum við með kortmyndur frekar sem líka gott í dag. Og svo fáum við annan gest sem hljóðkallinn úr Police Academy. Já. Sko, við þurfum náttúrulega átt okkur á því, strákar. Við náttúrulega erum orðnir, sko. Við erum orðnir 60. Það eru hlustendur úti sem veit ekkert hvaða maður þetta Hvernig getum við útskýrt þetta fyrir þér? Þetta maður sem sló í gegn í grínmyndum hérna í gamla daga með því að geta gert hellinga hljóðum. Ég held að það sé best að orða það. Police Academy, hefur ekki að mæla með því að hlustendur kannski kíkja á Fyrstu tvær allavega. Fyrstu tvær, það voru 6-7 myndir gerðar. Já. Þetta er Classic, Police Academy. Hvað heitir hann? Gutenberg vinnur okkar sem meðalhlutur ekki. Hvað heitir hann? Steve Gutenberg ekki? Já, ég hlakka til að fá, sko, ég er náttúrulega að horfa á þetta mikið sem krakki. Ég var til að fá þetta hérna, ég er að fara að horfa á hann taka þessi hljóð. Ég er spenntur fyrir því. Þannig að það er veisla í dag og að gera að taka 2 tíma pásu frá lærdómi og hlusta á okkur strákana. Nautar, þeir að hlusta á FM 95 Blöð, hér á FM 957, það er Steindi Jún, Egill Gils Einarsson og Auðun Blöndal með ykkur á þessum glæsilega og fallega föstudegi, auðvitað, eins og þú tókst fram í byrjun þáttar. Já, hann er fallegur, það er eitthvað svona stilt og fallegt úti, snjórinn og... Já. Þetta er eitthvað kósi. Það er eitthvað kósi við þetta. Kósi Blöð. Kósi Blöð. Þetta er Kósi Blöð. Ég ætla að tala við Richard Rikka G að fá að vera með, það hefur mikið verið gert grína mér á, hvað heitir þetta aftur? Þetta er hugmynd. Spotify-reikningum mínum, þar er ég með Kósi Blöð. Getur ekki fengið að vera til dæmis kannski á svona seinast í aðventu eða eitthvað svona, jafnvel á aðfangadag. Þá ferð þú að vera með kannski þátt milli 3 og, langan þátt, milli 1 og 5. Og það sem þú varst ekki bara allsber og með kláravín í kók og kveikir á kertum. Getur þú sett mækin á gólfið, þannig að getur leið allsber á gólfinu og talað í mækinu. Já, jafnvel skrifa bréf. Versta hugmynd sem ég hýrst. Það sem ég var nú meira að hugsa að taka breytt sunnudaginn og spila svona róli og þægileg lög fyrir hlustendur. Já, þetta minnir mér svolítið á munið ekki eftir Dr. Love með Páli Óskari. Þú getur nefnilega að púla þannig. Já, takk fyrir það. Við erum mækilinn í stúdíónu. Já, við skulum hins vegar fara í slúður, kæru hlustendur. Ég er með ágætis pakkandegur. Ég ætla að byrja því að hressa Egil við. Ég er með slúður af Miley. Hárrétt. Yes! Ég ætla að fara að giska á Kim Kardashian. Já, ég var til í Kim líka. Ég er líka með slúður henni. Nei. Ertu að gera? Ok, eins gott þú sért á með Wesley Snipes eða Macaulay Culkin fyrir mig. Ekkert að frétta það. Nei, hvorki Wesley Snipes nema Macaulay Culkin. Ég veit, það er blöð að gera það sig. Já. Miley Cyrus er kannski með a tiny little Schwarzenegger in her belly. Wow! Já, það er verið að tala um það núna að Miley Cyrus getur verið ólétt og hún er einmitt með syni Arnold Schwarzenegger. Einhver lítill Terminator í maðanum. Schwarzenegger að fara að vera afi. Það gæti dottið inn núna sko. Og með Miley Cyrus. Er hann ekki löngu orðin afi? Jó, án ekki eitthvað fleiri börn. Ég hef ekki hugmyndið þetta. Nei. En þau eru vist voða ástofanginn og þau eru nú ekki búin að staðfesta þetta sjálf. En sko, Arnold Schwarzenegger vinniðinn, hann er mjög ánægð með að sonu sinn sem er Miley Cyrus. Hann er bara sátt við það. Hann er Team Miley. En mammenar sem er að Kennedy, hún er brjáluð. Hún er ekki Team Miley. Nei. Og hún er einmitt úr Kennedy fjölskyldinni og finnst ekki við hæfi að Miley Cyrus sé komin inn í sína fjölskyldu. Hún er ekki nógu fancy. Hvað var það bannað að dæma? Mariah Cyrus þarf að segja smoking a pancake. Já, Mariah Cyrus. Það er bara þannig. Hún þarf aðeins að slaka á. Þetta er, það er ekki bara gaman að fá Miley að inn. Alltaf fundist svolítið skrítið svona þegar foreldrar taka svona rosalega mikla aðstöðu. Já. Eða þú veist, skilur að því að hún er náttúrulega bara allt annað hún væri á dælunni eins og Macaulay Culkin sem er náttúrulega bad news en Miley Cyrus og rakar en peningum. Er einhver svona í Íslandi sem að bara ef að kemur inn í fjölskyldan, nei, veist, er það með eitthvað svona problem child? Þetta er kannski ástæðan fyrir ég er alltaf veitn það er bara ef að kemur fjölskyldinu. Hver er hinn íslenski Macaulay Culkin? Það er engin íslensku Macaulay Culkin sem betur fyrir sko. Er engin á dælunni í ykkur rugli? Hvaða krakka voru að leiki Pappís Pissa og Benjamin Dó og þessu myndu? Þetta eru krakkar sem eru bara á dælunni. Nei, Steindi. Ég myndi halda það. Ekki á litla Íslandi. Ég myndi halda það. Hvað heldur að einhver sem leika aðalhauður ekki Pappís Pissa sem bara komin með dreigið fyrir gluggatjóðum? Ég held að það bara verið of svona stórt skref í byrjun ferils. Ég held að sé bara núna Rocklingarnir líka það. Sprauta sig í hælinn einhvers staðar á Hlemmi. Ég myndi halda það. Rocklingarnir alveg í tómurögli. Eru bara einhvers staðar í eftirparti núna í miðbænum. Bara núna klukkan kortur yfir 4. Já, búin að draga fyrir og komnir á þetta er komið gott. Við ætlum að fara í næsta slúður og það er að Kim Kardashian. Ég er með svaðalega pakka fyrir Egil núna. Og sko, þau að krakka
hún og Kanye West sem heitir Northwest, því, skrýtna nafni. Og þau hafa miklar áhyggjur núna á hver fá að vera besti vinur krakkans. Því að þau vilja ekki að fólk sem að býr í kringu þau, eða nágrannarnir, séu að nýta sér frægð barnsins, því að það má ekki taka neina myndir og eitthvað svona. Og nú var hún að segja í viðtali, hún Kim Kardashian, hún hefði gríðarlegar áhyggjur á hvernig krakkinn hennar eignast vini. Og spáði hvað þetta leiðilt fyrir krakkan. Og veist að ég var krakki, þá bara hoppaði maður út í yfirfellinu og maður kynntist einhverjum, sko. Fórst í fótbolta bara og þetta bad verður bara í einhverju bandi og í Tommy Johnny, sko. Þetta er ekki gott, sko. Nei, krakkin verður líklega svolítið sérstakur þegar hann verður eldri, sko. Já, ég held að, sjáu líka, sko, eiginlega allir, ég er ekki að segja allir, en nánast, maður heyr allavega rosalega mikið af því. Svona krakka fara á dæluna snemma, sko. Já, ekkert endur, hvað með þig á dæluna? Nei, þetta er bara staðfest. Nei, ég er bara að tala svona þessi krakkar, eru eiginlega allir komin eitthvað vesen. Já. Ég er að segja það, sko. Já, þau eru ekki byrjað að spruta sig í hælir samt, sko. Nei, fá bara óeðlilegt uppeldi. Já, þetta er þannig. Það er svona famous rich kids einhverjir í Beverly Hills. Það eru öll í einhverjum svona vesen. Já, var þetta ekki hérna eins og Krakkinn hjá Demi Moore og þeim og hún var bara þunglind og komin í eiturlyf. Já, Lionel Richie, stelpan hans sem var hún líka, hvað heitir hún sem var með Paris Hilton, hvað heitir hún dóttir Lionel Richie sem var alltaf með Paris Hilton í þáttunum Já, einmitt Nicole. Já, Nicole. Það er alltaf hægt að fylgjast vel með þessu. Það er alltaf svona svolítið dúbíust þegar kannski eins og 15 ára strákur Nei, Nicole er systir hennar. En hvað mál er að krakkin getur bara mannafæla ef hann þarf ekki umgangast honum börn, sko. Það er rétt bara, og þetta er mjög hræðilegt. Greinlega að þú ert um pabbi, þetta er hárrétt hjá þér. Ég ætla að senda Kim e-mail með þetta. Á að gera af þessu bara. Svo er ég með í lokin sem er nú ekki það er ekki merkilegt, en hann er nú fluttur út, hann vinnur okkar hann Justin Bieber úr íbúðinu sinni. Bieber sín? Já, í húsinu í Beverly Hills, og það var vist bara fagnað þar. Mikill Bieber. Var bara fagnað? Já, Nicole Richie, maður, það var rétt hjá þér, hún heitir Nicole. Já, hvað ekki vera, veist að ég var stunni, eitthvað sem ég veit að það er slúður, sko. Já, en byrju ég náðu þess ekki, hann flutti bara út. Já, hann var með penthouse íbúð þarna. Allir fögnuðu því. Já, það voru allir voða ánægðir með að losna við Bieber. Ég skil það ekki, ég er í tím Bieber. Bieber er a bad boy. Já, hann er reyndar orðinu bad boy. Bieber. Mikið partí á honum. Já, svo í lokin er ég með smá fyrir þig, Steindi. Já. Þú þekkir aldrei neitt sem er í slúrunni á okkur. Nei, nákvæmlega. Vinuðinn Wiz Khalifa. Ertu ekki aðdáandi hans? Nei, ég hef aldrei Wiz Khalifa. Hann er í nýja skútelaginu, því líku meistari. Jú, rapparinn hérna, þú lítur að þekkja hann. Wiz Khalifa. Já, Wiz Khalifa, veist alveg hver það er. Ok. Black and Yellow. Hann er í nýja skútelaginu. Það er vist kynlífsvídeó komið með honum. Já. Fyrir mínu að persónulega sækir áhugi 0. Vá, þetta er ekki eitthvað sem ég ætla að reyna að leita á netinu. En þetta var slúður, hér eftir smá stund. Myndunum fyrir Cash, Jón Jónsson kemur út af MRF9 með Blöku á Talent og ég veit ekki hvað. Gefðu góða jólagjöf. Bed of Nails, þrýstipunktamottur og púðar. Nú fáanlegt í Líkam og Lífstíl Kópavogi. likamoglyfstíl.is. Nýjar vörur í hverri viku. FNF, tískuruverslun Kringlunni. Dreymir þig sól, sand og pálmatré. Fyrir 320 kall og með smá heppni getur þú keyptir nokkrar þægilegar eyjar í Karíbahafinu. Bóturinn Eurojackpot stefnir í 8,7 milljarða. Eurojackpot, förstu dagur til fjár. Jæja, þá er það býð eftir jólunum. Algjör rólegheit. Nema það þarf að ákveða smákökusortir, finna uppskriftirnar og jólakortalistan, fara í laufabrauðið og jólahlaðborðið og finna sniðuga en ekki of dýragjöf fyrir jólavinarleikin í vinnunni. Svo þarf auðvitað að greiða úr seríunni, skipta perur, föndra, þrífa og skreita. Já, það er sko miklu meir en fullt starf að vera fjölskylda í desember. Þess vegna hjálpum við þér að afgreiða gjafirnar með því að bjóða fullt af spennandi vörum á notalegu verði fyrir jólin. Þú getur meira með Símanum. Hvað minnir meira á sumarið en sjóðheitir litatónar frá Brasilíu? Nýja Brasilínan frá OP kemur þér í gírinn. OP naglalökk. Frábært tilboð á Kaffi Grensás. 16 pommu pizza með 3 álustegundum á samt hálfum lítra á gósi á aðeins 1500 krónur. Kaffi Grensás. Sími 553 51 23. Plumbar er laus og liðugur og langar að hitta þig helgina. Ertu til í hitting? Ég vil
Túborg kynnir útgáfutónleikar Amabadama í Gamla bíói 50. 18. desember. Forsálamiða hafin á miði.is. Yellow Boots, Timberland, Laugavegi 6 og Kringlunni. Í dag kjúklingadagur. Taktu með heim eða borðaðu á staðnum. Kjúklingastæðurinn Suðurveri. Hringdu í Elko, við hjálpum þér að velja jólapakkana. Við sendum eða þú sækir. Elko, sími 575 81 15. Þetta Chandelier og með Síu og gaman að segja fyrir því að ég var að horfa á X-Factor í gær á Stöð 3 og hann tók þetta með þar hann Andrea, Ítalinn sem hlýtur að vinna. Ég hefði persónulega viljað að kift þessar útgáfu út og sett Video Game Boy útgáfun í staðinn. Nú, ég held að þú vildir alltaf stuð á föstudum. Video Game Boy útgáfun bara jálega mikið stuð þessi. Já, hún er svona róleg og kósi. Ég að spara enda henni. Enda þáttin á þeirri. Það er ekki enda á jólalagi Gilsarnars eða? Nei, ég er ekki nóg að spila það bara klukkan 5. Það er veistlega að fá allar að 3-4 sinni sko. Nei, við erum góðir. Það er nóg framöndan, hann steytist í Jón Jónsson, hann er rétt á kominn og FM 95 Blöð Gott Talent, þeir eru tilbúin með eitthvað liðið, þar er það ekki drengis? Jó, við erum klárir. Allt klárt þar. Já, svo ætla ég að minna fyrir ykkur sem voru að stilla inn að FM 95 Blöð eru komnir inn á Snapchat, hann er endilega aðtöð okkur bara sem FM 95 Blöð B-L-O, FM 95 Blöð á Snapchat. Já, það verður nóg að gera starf. Já, þar verður við alveg crazy félagarnir. En já, það er komið hins vegar að dagskrárlið sem að er með sinn eigin trailer því miður fyrir að hætta að spila hann í Georg með tjensanina. Would you like to have pockets full of... Sem að er 2 mínútum á langur. Við þurfum eiginlega bara að kötta hann niður. Það er ekki hægt að bíða alltaf eins og núna. Ég var bara að bíða. Ég gæti hlusta á hann að trailer alveg aftur og aftur. Já, það er líka því að þú varst í tökum og frí. Ég er búin að hlusta á þetta einasta föstudag. En það er komið að dagskrárliðinu Myndir fyrir cash og hann er tilbúinn. Þetta er með spurningar í dag. Ég er með eina sem ég hlakka mikið til að spyrja. Já, ekki enda á henni. Jó, hún er challenge. Já, hún er nefnilega skemmtileg. Þá byrja ég hérna á fyrstu. Og þessi er svolítið mögnu og hún fekk mig til að hugsa og hvað er maður tilbúin að leggja á sig fyrir penning. Ég spyr ykkur hér drengir og ykkur hlustendur ef þið sittið í bílum endilega að ræða þetta. Mynduð þið handleggsbrjóta ykkur fyrir 4 milljónir? Sko, eitt félagi minn þegar við vorum úlingar þá var hann að vinna í Nóatúni, í kjötinu þar, upp í Mosebæ og hann handleggsbrjóti bara til að fara heim af því að netti ekki að vera í vinnunni. Þetta er svona saga, hann bara hendi svona þungum kassa svona með kjöti, smallaði henni bara og fekk að fara heim og í frí sko, 3 vikur. Hefur hann ekki hert bara, ég er eitthvað slappur eða? Já, þú hefði ekki handleggsbrjóta? Nei, hann bara braut hana sko. Er þetta ekki eitthvað tryggingasveik eða eitthvað, það feika vinnutleysa? Nei, hann fekk ekki þannig, hann bara fekk að vera á launum í 2-3 vikur sko. Svona er félagskapin að steinda. En ræði hvaða bein ég brýt í handleggur? Nei, sko þetta er nefnilega, það er bara þú ert handleggsbrotin. Já, ég veit, en hvar? Upphandleggur, framhandleggur? Framhandleggurinn. Myndið þið gera þetta? Steindi, byrja þér. Ég ætla að vera alveg hinskilinn. Fyrir 4 milljónir myndi ég brjóta með hendina. Já. Ég ætla að segja nei. Þú veist, erum við ekki að bara ein pípa og ég... Men þú veist ekki, tekur þið sensin að láta handleggsbrjóta eða? En ég hef handleggsbrotnað. Já, ég veit það. Ég líka. Ég hef sko, handleggsbrotnaði á vinstri hönd. Vitið hvað ég gerði það? Það er nú, góð sagast. Stóri DNA? Nei, ég var að spila fótbolta með afturhaldingu, við vorum upp á Skaga og ég dett í leiknum, ég var bara svona kannski 12-13 ára, ég dett í leiknum, brotna þá og svo hleypur engin annar en Garðar Gunnlaugsson á hendina og tvíbrýtur hana. Hann lék sér að þið ekki? Hann lék sér að þessu. Já, það er ljótt að heyra. Líkur, hrottið maður. Það eru 2 eftir. Herra, já, ekki spurning, ég myndi mölbrjótana fyrir 4 milljónir. Mölbrjótana. Þú segir nei. Steinda vantar alltaf peningin. Nei, ég er bara svona... Aldrei sjá brjóst aftur fyrir 20 milljónir. Aldrei svo brjóst aftur fyrir 20 milljónir. En ég er fyrir bíó og það er kannski blöður á þetta á skjáin. Nei, þú myndir bara sjá blör. Já, það kemur bara blör. Þú sér aldrei brjóst aftur. Þú nærði ekki að sjá það. Já, það kemur bara blör. Bara prógrama. Hvað 20 kúlur? Aldrei sé brjóstin aftur á konunni. Ég veit að ég er mikill brjóstakall sko. Er ég mikill brjóstakall? Þú ert nú svona herrin hérna í hófnum samt, Steindi. Er ég? Nei, ég veit nú ekki, ég held að ég sé nú ekki. Er ég áleitin sem eitthvað svona kynverðan í hófnum? Ég held ekki, er það ekki þið? Sko ég held, það sé kannski ekkert eitthvað svona hræðilegt að sjá ekki blöður í... Aldrei aftur. Sjá ekki blöður. Þetta er brjóst. Steindi, já eða nei? Fyrir 20 milljónir? Já. Djöfellin maður, ég... Já, blörraði þetta, I'll take it. Þú tekur það? Já, milli bara 20 kúlur á mig, right now. Það er eitthvað gaman að sjá í brjóst, ég finnst þessi erfið. Ég geti...
Egil segi já, Steindi segi það 20 kúlur, hefur sett 10 á þetta og ég líklega ofað þetta Anskotin hafa, ég sammála 20 milljónir, ég aldrei aftur, aldrei bara að það er einhver pervert hérna, þá er ég svona eins og Joey í Friends, I'm an ass man sko, þannig að ég myndi alltaf taka þessa 20 kúlur það er bara þannig svo er það síðasta og þessi er skemmtileg, ég ætla að byrja að spyrja ykkur hvað er þið háir, drengir, hvað ert í sentimetrum Steindi? Ég er 1,78 á hæð maður sé að skrifa hérna, 1,78 Egil, hvað ert þú stóð? Með hár 1,84 1,84 þá spyr ég ykkur, ef þið fengið 250 skall fyrir hvert sentimetri sem væri tekin af ykkur hvað myndið þið taka marga af? Wow þetta er ekki að besta spurning sem fengið á æfinni ég hugsaði það þegar ég skrifaði þessi morgun, þessi er góð 250 skall fyrir hvert sentimetr já Vá, ég við veitum þetta nú akkurat hins eginn sko Hvað til þess að vera midget, hvað þarf að fara langt niður? Það veit ég ekki Ég veit ekki, skulum ekki tala niðrandum þá Nei, ég er ekki að tala niðrandum þá, ég bara til þess að vera midget til þess að vera löglegu dvergur, það er ekki bara niður 150 cm Þannig er Vító 154 held ég Hann er toppmálum sko Kalla þetta bara litla fólkið Litla fólkið minna Það er bara minni, sveppir ekkit hann er bara minni en við sko Ég myndi sko 250 cm Þú ert hvað, þú ert 1,78 hvað færður í? Ég ætla að leifa þér að Sko, ef ég fær kúlu frá það fer inn í 1,80 slétt Ég segi skópla þessu Ég ætla að halda öllum 184 cm Hæ? Það er að geða ykkur Þú myndir alltaf taka þig 2 2? Ég var meira að hugsa sko 2? 250 skall á centimetr Já, hvað stóðu að hugsa? Í 15-20 Ef þú tekur það 20 þá er það 1,58 en mótt einhver Það er reyndar alveg hefi Nei, það er ekkert að því maður Það er lélegt sko Það er ekki Nei, ég ætla að hafa þetta Veistu það sko Steindi tekur þessi 20 og 1,58 Málega, með fullir virðingu fyrir öllum svona mjög litlum köllum hann úti En þá sko, ég verið vitnaði marg ofta svona litli kallar fá vonda afgreiðslu sko Það er ekkert hlusta mikið á þá svona, ef við erum í húsasmiðin í röð og svona Jú, Já, bara verðst þú aftast, hæ? Nei, aftast með þig Hvaða húsasmiði varst þú í? Það er ekki leið með þig Herru, það er Egil sem er reisist þetta, hann er búin að kalla þetta fólk midget 15 af, 15 cm af Ekki 20, 15 Ok, og Egil, þú tekur ekki 1 Hættu svo kjafta Mér langar að Steindi er 1,78, ég er 1,79 Okkur tekur ekki alveg 4 ára með okkur í þessu Kósi vera hérna 1,8 Færðu það kúlu? Herru, takt allavega 5 cm af Já, víst Ég get ekki færið niður fyrir 1,80 Herru, Hvaða Bara er þetta við hliðina? Já, nákvæmlega Beitt að móta þér Svo myndir ekki taka 20 miljónir fyrir að sköllóttur Er ég bara ógæstlegur þínu nögum með það? Þessi snillingur er rétt ákominn Hann heitir Jón Jónsson Hann segir ykkur að gefa allt Þú ert að hlusta á vaktina á FM 957 Horfur á landinu, gert er ráð fyrir talsverðið lottókomum með kvöldinu. 40 kúlur með köflum, dálítir eftirvænting og milljónir allt land. Leyfðu þér smá lottó. Frábært tilboð á Kaffi Grensás. 16 tómmu pizza með 3 álustegundum á samt hálfum lítra á gósi á aðeins 1500 krónur. Kaffi Grensás, sími 553 51 23. Stórstjarnan með 10.000 kljóðinn úr Police Academy myndunum Michael Winslow á samt Sálinans Jónsmíns á Hendrix í Gullinbrú á Laugardalskvöld. Miðasala og nánar upplýsingar á hendrix.is og miði.is. Þú finnur jólagjöfuna hennar í Körfi. Fallegar vörur í stærðum 14 til 28. Körfi.is, Fákafenni 9. Velkomin í netverslunum okkar. Yfir 4.000 skemmtilega gjafahugmyndir. Lífolist.is. Panduro hobbyföndurvörur, hannirðavörur, jólaserjur og jólagjafir. A4. Þegar það er kalt úti, dimmt og jafnvel búið að loka öllum búðum, þá er bara dálítið notalegt að velja skemmtilega harða pakka undir jólatréð í vefversluninu okkar á símin.is. Þú getur meira með símanum. Ætlar þú að eða desembermánuði að rölda verslunarmiðstöðarnar? Ef ekki, þá ferð þú bara inn á aha.is og klára málið þar. aha.is. Tilboð, verslun og veitingar. Falleg jólakort og persónulegar jólagjafir á prentagram.is. Þú fær Cube reiðhjól, aukaluti og reiðhjólafatnað hjá Thierry Verslun. Suðurlandsbraut 32. Thierry.is. Voltaren gel er á 20% jólaafslætti í desember í apótekum apóteksins.
Apótekið, einfalt og ódýrt. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö, á FM 957. Það hárrétt hjá sem meistar að þú ert að hlusta á FM 95 Blö á FM 957 og... Hér á FM. Já, eins og þeir sem að fylgja okkur á Snapchat tók eftir inn á FM 95 Blö á Snapchatinu og þá er Jón Jónsson mættur í hús. Verður velkomin, John. What's cooking? What's cooking? You're the man, John. You're the man, John. Alltaf gaman að sjá Johnny, maður. Já, maður hessist alltaf við að sjá þennan dreng. Gaman er samt stressandi, því veit ég er að fara í mjög harða keppni í dag. Já, það er góð ástæða fyrir því hann sem mættur í stúdíu. Já, það er FM 95 Blö Got Talent og ekki bara það, heldur er Jón Jónsson að við verðum nú að hjálpa honum að blogga. Hann er að gefa út nýjan disk. Já, hvenær er hann komin út? Já, hann er komin út núna. Hvenær komin út? Sko, hann kom til landsins á miðvikudaginn. Ok, var hann að saga það bara aftur í? Nei, ég segi þessu það. Það er ekki kallið. Takk kjærlega fyrir góðan þátt, ég sjáum. Jú, hann ætti að vera dottinn í Vestanir núna. Ok, og öll lögin á íslensku eins og þau komið fram. Já. Það er svolítið skemmtilegt, það er öðruvísi. Það er gott tvist. Mjög sætur framan á Leif mér að sjá coverið. Já, takk fyrir það. Virkilega smekk. Mjög sætur. Ég reyna auðvitað að lúkka. Flott design. Mjög hugulegt. Öll lögin er sleftu, æðislega myndaðir, Jón. Öll lögin er sleftu. Þetta er bara frábæð myndaðir. Hann er algjört æði þessi. Alveg sammála því, algjört æði. Þessi verður farin í gull eftir helgi. Já, svoleiðis. Það er 100%. En nú spyr ég, af því að, já, góðu vinnur okkar í talentinu, Bubbi, hann vil meina að hann sé hættur að gefa út plötur. Af því að það sé bara að markaðan er sjórinn þannig að það sé ekkert hætt að gefa út plötur lengur. Þú ert greinilega ekki sammála. En það kemur í ljós, leiðum því að koma í ljós. Í leiðum því, já, sko, náttúrulega, þú veist, það væri fréttum daginn bara plötusala, þú veist, bara með bara árið fyrra er bara eitthvað djók, sko. En þú veist, það er samt svo gaman bara að fá þetta, skilur, bara eitthvað, venjulegi tónlistumar, þú ert hot shit, sko. Hot shit. Og svo líka... Já, maður er svona að reyna að finna þetta aftur eftir að... Þú ert John Johnson. Það er svo eftir. Já. Og líka bara, þú veist, þetta er líka bara til að vera með í bílnum. Það er ekkert allir komni með eitthvað, hérna, þú veist, bara gamli góði geislaspilaðin. Já, ég er að fara að kaupa hann að disk. Já, ég líka. Kaupa hann, ég ætla nú bara að reyna að sníkja eitt eindag. Þú mútt ekki að segja þetta, þú veit að það ég að stela henni við þá. Nei, verður maður ekki að styrkja John að kaupa. Maður bakka félaginu. Við getum jafnvel kannski gefið eitt eindag í lok þáttar. Já, áttu disk til að gefa þettir? Já, ég á 2. Tvo? Já, gefið. Viltu fleiri? Ég get fara út í bíl. Við viljum bara gefa einhverjum einum jólagjöf. Já, við skulum gefa 2, jú, við háum einn viðbót. Gefum 2 hérna í þættunum og einn á Snapchatinu okkur. Já, gerum það. En hvað er annars að frétta, Jón? Ertu ekki alltaf brattur það? Takk kærlega fyrir það, það er ógeðslega mikið að frétta. Ekki? Jú. Nei, ég skellti mér Þú varst út í Madrid um daginn? Já, skellti mér til Madrid og var líka í Flórida. Já, það var kósið bara. Já, það var bara svona kærkomið frí með fjölskyldinni. Eftir erfiða tökur á talent. Eftir erfiða talenttökur. Já, nei, það var mjög ljúft, sko. Og svo horfði ég á Hreinan skjöld daginn líka. Já, varst ekki ánægð með fyrsta þátt? Skemmti mig konunglega. Já, takk fyrir það. Það var svona síran tekinn alla leið, sko. Þetta er vandað bull. Það verður hrikalega sterkur líka næstu þáttur. Já, mér leist vel á plotti þar, sko. Þegar djamararnir taki við Herjólf og sigla til Ibiza. Já, vá. Hver hefur ekki hugsað svona? Nei, vá. Það hefur enginn hugsað svona. Jú, kannski Jón Jónsson, því að þegar hann fer á þjóðhátíð, þá kemur hann eins og bara, sko, krakkið tilbaka, hann drekkur ekki. Þegar ég er á mánudegi á leiðinni heim á þjóðhátíð, þá er Ibiza það síðasta sem ég er að hugsa. Hefur aldrei hort í kringu þig og séð svona þessa Herjólfsdólga. Nei, sem betur fyrir ekki. Sem eru blindfullir og vil ekkert fara heim. Þeir eru ennþá að tengja og eru í öllinu. Ég hefði haldið að mánudagur eftir þjóðhátíð væri eini dagur sem að öllum langar heim. Já, en þú kemur á sunnudegi. Já, það tekir bara einn dag. Þá gæti maður að tekið kannski, beint úr brekkunni til Benidorm. Já, það lítur að vera. Það er búin að tjúna því litt upp, svo allt er bara allt búið. Allt búið, já, tökum við bátinn. Þú veist, Buffi að spila nóttina og þú veist, jú, Buffi! Bara 1 skipstjóri og 2 starfsmenn í sjoppunni. Gerum þetta. Ég tók bara sunnudaginn síðast, þannig að ég hefði megað þann mánudag reyndar. En já, það styttist í FM 95 Blö Got Talent og... Ertu með stöðuna nokkuð á þessu? Staðan er 2-2. Það er svoleiðis? Já, og já, meðan ég leiði drengjónum að gera allt tilbúið hérna, þá ætla ég að spila nýjasta lag M&M. Dómarinn, þú kemur fyrir líka, kottur í stellingar. Takk. Ég ætla að gefa ykkur einhvern strákar, þetta eru 3,5 mínútur sem ég fá til undirbúið atriða okkar. Hér er M&M, Guts Over Fear. Yeah. Feels like it. I need their fucking faces off! The legend of the angry blonde.
Guts Over Fear og það vinkun okkar Sia sem þarna með honum sem söng mitt Chandelier sem við spilum á en það hins vegar komið að dagskráraliði sem svona cirka einu sinni í mánuði og heitir FM 95 Blöð gott talent Akkurat og við erum konum með dómaran okkar sem eini dómaran í FM 95 Blöð gott talent hann líka dómari í Ísland gott talent og var að gefa út nýjan disk, það hann Jón Jónsson og við gefum honum gott klapp Jón út æði Sumulegis Þá komið að þú ert tilbúin Jón Já, þakka þér Það er 2-2 þannig að þú átti ekki reynlega engan uppáhalds í þessu Nei, þetta er bara eftir framistuðin í það og það skiptið Það er enda talandum framistuðin í það skiptið Vitið þið hvað þáttur mér finnst svona standa mest við það Það er Masterchef Hafið þið horft á það með Gordon Ramsay Það er alveg sama hversu góður kokkurinn búin að vera í gegnum þáttaseríuna Ef hann drullar á sig einu verkefni You're out of here Ég fíla það Sorry kallum minn, þú drullaðir Jón, þú ert alveg eins Það er bara framistæðan núna sem gildir Þú sért mikil stendamaður Þú veist Ég veit að ég er mikil stendamaður Nei, það er bannað að planta fræi Bannað að planta fræi Fókusa bara á the performance En herru, hvernig hvor okkar á að byrja? Já, nú spyr ég Hvort er betra að byrja eða ekki? Ég veit það ekki Þú ert búin að vera í frístendina því ég ætla að leifa þér að velja Viltu vera fyrstur eða annar? Ég á ekki bara að byrja Ég skal bara byrja Ég er með, eða hvað? Þú viltu ekki bara vera nummer 2? Jó, ég skal Gilsarinn byrja það bara En hörðu, Mér lefði að tala Steindi Steindi, ég ætla að byrja Viltu ekki bara nummer 2? Jú, ég verð nummer 2 Steindi, það er gaman að sjá þig Þú mátt velja, viltu vera nummer 1 eða 2? Já, ég verð til að vera nummer 1, nei, verður nummer 2 Já, ekkert maður Má ég fá smá tips áður að labba út á sviðið það? Áður að labba svo, viltu að tala um mig, kynirinn? Ég tala bara ykkur live, fuck it Ok, hvað? Já, ok, þá byrjum við FM 95 Blöð gott talent Ég labbaði núna Jæja, hvað heitir þú? Egil Einarsson heiti ég Egil Einarsson, verður velkominn Takk fyrir það Og hvað ætlað þú að gera fyrir okkur hérna í dag? Hörru, ég er með eftirhermur Eftirhermur? Já Ertu búin að vera með það lengi? Já Já Ekkur 2-3 mánuði 2-3 mánuði, þú er tilbúin eða ekki? Ég vona það, smá stress Smá fyrir ykkur En maður samt komið með ráðleggingu Þú ert hérna alltaf auðvitað blöð Já Hérna, veist, á ég að segja með hvernig eftirherman er það áður ég kem með eftirhermuna Já, ef það eru lélegar þá er ekkert verra Ég veit alltaf ekki hvort það séu góðar eða ekki Jó, láttu það fylgja með Já, láttu það fylgja með Fyrir þér, já Ok Og ég lapp út á svið og það fagna áhorundur eitthvað svona wow Og Jón Já, sæll og blessaður Góðan daginn Hver ert þú? Ég heiti Egil Og hvað ætlar að gera fyrir okkur? Þetta er alltaf klift í þættunum Ef það er nýtt viðtalið mitt þá klifti ykkur Klippa Getur ekki spóli yfir þetta bara? Já, þetta er bara vel vandræðilegt Sviðið þið Ok, ég er með eftirhermur Ég ætla að byrja á Nicolas Cage í Con Air Put the bunny back in the bags Úff Og Ég er ekki hissa að vilja taka fram Þetta er Egil Þú hefur átt marga lélegar Þetta er engin vestamæður Þetta var ekki líkt Nicolas Cage Ekki einu sekund Mér fannst þetta bara að vinda mjög gott Herru, ég ætla að eiginlega Við þurfum eiginlega að ímynda okkur að allir hafa exaði Og þú færi samt annað tækifæri Eftir að tala okkur til Herru, ég er bara búið með eina set Já, ég veit það, það exuðu allir En þú svona segir bara eitthvað Ég er búin að vera lasin Takk fyrir að stressa mig upp Ég er búið með 1/10 atrið Ok En þú verður eiginlega að taka Nicolas Cage aftur Ég er með aðra setningu með honum Já, ok Ok Ég haldi áfram með það Já Why couldn't you just put the bunny back in the bags? Ok Hvað ertu með meira að handa okkur? Næsta er Sylvester Stallone Ok Somebody put me back in the fridge Og You're gonna regret this for the rest of your life Þú ert bara að tala á ensku Both seconds of it Reynda, settu eitthvað inn í þetta maður Hvað þetta var nákvæmlega eins og slæðir? Já, ég tala eitthvað svona Hvað taktu slæð, þú ert bara að tala á ensku Hann þarf að fá að klára atrið Er eðlilegt að maður sé tröflað svona mikið í atrið? Er þetta svona í þáttunum? Nei, leifu honum að klára Ok, ég ætla að fara yfir í Arnold í Total Recall Consider that a divorce Og síðan er ég með Kindergarten Cop Arnold Who is your daddy and what did you do?
og síðan Arnold úr Terminator 2 Come with me if you want to live og Predator Get in the chopper þá er ein eftirherm eftir og það Al Pacino What do you mean they dumped us? They dumped all our surveillance I had coffee with Macaulay half an hour ago Þetta heat Þetta var heat Takk fyrir mig, þetta var aðtriðið mitt í dag Vel gert, vel gert Mér finnst samt, sko, maður kom inn að framfæri til dómaran og eðlilegt að kynnerinn sé að tröfla mig með henni aðtriðina Ég verð að viðkynna, mér fannst það fyrirlegt Þessi sköllandi kynner hann let mig ekki vera Er það eðlilegt? Gerir þetta í þáttunum myndi? Já, þetta nýtt í okkur Ég vil að þú ónáður steinda jafn mikið Þetta nýtt hjá Alltaf í vagnum 5 metra frá eitthvað Hvað er að gera? Eðlilega allt flow í maður routine Ég ætla að koma inn á það Þú veist, tempóið í þessu Það var svolítið, það vantaði svolítið tempó Akkur það hefði verið Að þú varst trumlaður Það var það Steindi Junior Já Ég segi nú sama og illi Ég er mjög stressaður Já, ég skal ekkert vera trumla Verður velkomin, hvað heitir þú? Já, ég heiti Steinþór Steinþór, hvað ætlað þú að gera fyrir okkur? Nei, ég ætla að láta Jón gera þetta Sviðið þitt, gangi yfir Já, takk fyrir það Já, hvað ætlar að gera fyrir okkur? Hvað ætlar að gera fyrir okkur? Já, blessaði Jón Blessaði Herðu, ég hef nú komið 2 áður Já, ég kannast við þig Já, ég var með Ég tók leikrit með dýrónum í húsdýragarðinu Akkurat Og ég ætla að halda áfram með þau Já, það er svoleiðis Já, ég ætla að prófa aftur, ég ætla að reyna aftur og spreita mig aftur á þessu og þetta er svona smá leikrit sem ég er búin að hendi í og það heitir Húsdýr í vanda Já, það er svoleiðis Ertu búin að stækka þetta eitthvað? Ertu búin að bæta við dýrum eða Nei, sko, þetta eru reyndar alltaf Þetta er svona svolítið, þetta eru sömu dýrin Já Jú, vissulega kemur nýtt dýrin og það er þarna, þau eru Já, ennþá þarna í haldi hjá geimverum Akkurat, þetta er svona framhald Þetta er svona framhald líka Já, þetta fara aftur í það rugl Ég hlakka bara mikið til að heyra, gangið vel Takk fyrir það Ötti, þú fylgist með mér Ég fylgist með þér, ég þekki reglur hérna Þú sér hljóðinu þig ekki? Ég er með þau, því miður Þú er að horfa á mig þá Ég er að horfa á þig Jú, ok, hana Já, má ég byrja? Gjörðu svo vel Takk En hefur ekkert heyrst frá dýrónum í húsdýragarðinum og hrannari starfsmanni í garðinum. En geimverurnar eru sagðar hafa numið dýrin og hrannar á brott fyrir cirka mánuði síðan. Við hér á jörðinni vonum það besta. Hann er komið til að bjarga okkur! Já, komið þið strákar, grípið geimveruna! Vel gert, húsdýr! Og hver var það sem kom okkur til bjargar? Það var hérna... Hvað kallast þetta dýr? Dúfan, þetta var dúfan! Þegið þú þetta pjallaði? Það var leikurinn á þetta Þetta er hérna, svo er fólk að segja að Hreinn Skjöldur sérst Þetta var close call í dag Þetta er svolítið út hvað þetta hétt hérna þegar hérna Já, dúfan Hvað dúfan mætti? Hvað ert að nota skúringaföldinu en að rýma þér? Hérna, Jón, yfir til þín, dómari Já, frábær framistæði Auðvitað hefur mátt vera hérna hraðari með skiptingarna Ég hef að gera mitt besta Já, ég tek það allt með reikningin sko Skemmtilegt að Gil skildi breyta til Hann hætti í ræðunum fór yfir í frábæra eftirhermur það sem Al Pacino stóð upp Já, hann var frábær hjá hann Takk Þú veist það og Steindi, ég var hrættu við það og skildir ætla að koma aftur með leikrit Já. En þú komst mér svo sannarlega óvart og það er gaman að fylgjast með hrannari og dýrónum og ég sé fyrir mér svona alveg svona 12 trakka CD skilur með þessu og maður hlusta bara alveg á skilur þannig að maður geti stoppa kannski eftir 7 og svona bara að gera eitthvað annað Ef ég myndi vinna þessa keppni myndi ég náttúrulega nota peningin í útgáfu og reyna hérna Hrannar og dýrin og ævintýri Hrannar og ævintýrin Vá
Það er bara, segir svona Vatna kom þetta En þetta liggur ljóst fyrir hér Já, við erum sigurverða, við erum að halda hérna á tíma Sigurverðin í dag Og er komin í 3-2 tryggir sér forustuna Steindin okkar Steindin komið fórustu í FM 95 Blöð gott talent Þeir verða John sem verður mættur hérna aftur eftir mánuð Þá til þess að plugga því að Ísland gott talent sé að byrja Fint að fá þið þá En til að hafa mikið með nýju plötuna Jón Jónsson og kæru hlustendur farið út í búð og kaupið nýju plötuna Jón Jónsson John Jensen Næsta innkoma er besta jóla allra tíma Strax eftir auðlýsingar, nýjasta jólalag DJ Muscle Boy Í dag er föstudagur og bátur dagsins á Subway er Subway Club á 549 krónur. Þunnskorinn kalkunspringa, lungamjúkt róstbíf ásamt ljúffengri skinku og ekki nema 240 kaloríur. Subway, ferskleiki er okkar bragð. Starfsmenninir taka upp hanskan fyrir viðskiptavinina. Nú færðu fulla þjónustu á næstu Shell-stöð en greiði sama verð og í sjálfsafgreiðslu. Shell. Fáðu sem mest út úr hverjum dropa. Matur fyrir alla fjölskylduna. Fjölbreyttur matseðill. Kjúklingastæðurinn Suðurveri. Írberg lífstíll kemur jólahandbókina í ár. Nýjar áherslur, ný upplifun. Vistvænn og virkur lífstíll. Kíktu við í glænýja verslun okkar í Kringlunni. Írberg lífstíll. Allt fyrir aðventuna. Aðventan er gleðileg í Garðheimum. Eftir tónleika eða leiksýningu er frábært að fara út að borða. Opið til miðnættis helgar. Á Uno. Falleg jólakort og persónulegar jólagjafir á prentagram.is. Við aðstofum þig við valið og pökkum svo gjöfin inn fyrir þig. Líf og list Smáralind, lífoghlist.is. If I could somehow do anything that would undo what I did to us, just tell me what it is. Samfilm kynir, Begin Again. Gagnrýnendur segja myndin sé fyndin, rómantísk og hreinlega ómótstæðileg. Ein besta mynd þess árs með Mark Ruffalo, Keira Knightley og Adam Levine úr Maroon 5. Allar myndir ættu að vera svona góða. Who is this? Really? I'm joking. Begin Again, frumsýnd 5. des. Hungrið farið að segja til sín. Pantaðu á netinu og við sendum eða þú sækir. aha.is. Tilboð, verslun og veitingar. Minnkaðu stressi í desember með Kaffi Grensás. Komdu við og nældu þér í 16 tómmu pítsu með 3 álagstegundum ásamt hálfum lítra af gosi á aðeins 1500 krónur. Kaffi Grensás, sími 553 51 23. 2 harðir og 1 lungamjúkur. FM 95 Blöð. Alla föstudaga, 4-6. Hlusta á FM 95 Blöð, kæru hlustendur. Ég er ennþá bara í svona sigurvímu. Já, þetta var flottu sigur þarna aðan í FM 95 Blöð gott talent og ég óskar aftur til hamingju með það. Og mér fannst þetta ekkert óvillis hugmynd hjá Jóni að jafnvel að reyna kannski að hendi í bara svona lítinn geisladisk með dýrónum í hústýragarðinum og Hrannar í starfsmanni. Já, hann heitir Hrannar. Já, hann heitir Hrannar. En nú hins vegar ætlar Egill Einarsson að sanna að hann sé líka með talent. Já. Reyndar er Egill að fara að sanna Stop It Go séu með talent held ég en It's a team effort. Að sjálfsög Ég segi svona Þú veist að, hey, I'm your boy Blue. Ég veit það My boy Blue. You're my boy Blue. Hérna, já Egill, það er bara komið að klukkan á 5. Er ekki eitthvað sem þú vilt segja það? Hérna, jú, þetta er sem sagt mitt fyrsta jólalag. Já. Og ég heyrði í Ásgeiri strákurinn Stop It Go. Þessu strákar Ég er búinn að leita. Við erum að leita allir, við leikjum allir döðuleit, heilan sólarhringa, góðu dans, tekno, jólalagi. Það er ekki til. Nei. Og mín persónulega skoðun er svo, jólalög er leiðileg. Ég kannski móðg eitthvað núti, mín persónulega skoðun. Til dæmis að móðg okkur, við erum jólalag, jólin. Já, geta, það er líka rest jólalög. Flest jólalög, suck! Já, það er bara neinn. Og það er mín persónulega skoðun. Og rétt á henni. Og þessi nákvæði að gera bara jólalag sem sígur ekki. Okay. Og það heitir Muscle Bells. Muscle Bells. Já. Frumlegt og skemmtilegt. Og hérna, ef við ekki bara taka síðan chit-chat eftir meistarverki, vil ekki bara... Já, ég ætla að segja fólki það, ég steraði upp
Christmas-slagaran með George Michael Last Christmas. Já. Sett hann inn Muscle Boy nærbuxur. Vam-slagarinn. Og við erum að heyra þetta í fyrsta skipti þetta. Já. Við ætlum að sannarlega blasta þetta hérna í stúdíónu. Svo það Íslensk slúður og kortmyndur frekar og svo hann líka komað til okkar hérna hljóðkallinn úr Police Academy. Það nóg að gerast. Það komið að frumflutningi. Þetta var ég að segja fólk þarf að haka í bótt. Á nýjasta jólalagi DJ Muscle Boy, við skulum heyra það heitir Muscle Bells. Sekum á þessu. Drop the bass, Jesus. I want for Christmas, it's a healthy body. Wait over the holidays. But I say, game Muscle Boy. Aha. Virkilega vel gert. Thank you, man. Hvað skal segja? Thank you, man. Öðruvísi jólalagi allavega. Það er bara skemmtilegt. Já, ég fíla þetta. Það var ríkala flott. Það er bara pluss. Þetta inn, hvað heitir þetta? Bjöllunar. Já, þetta eru bassbjöllur. Bassbjöllur. Ég fíla þetta. Ég líka hvetja FM vini mína hlustendur að deila Muscle Bells fyrir Gilsaran. Það var yndislegt. Já. Þetta bætti upp fyrir F95 Blöð Got Talent hjá þessu. Eða ekki? Já, takk. Ég rettaði mér hana. Já, þetta átt sensi í leikritið hans steinda. Búin að henda sér í stúdíó maður og þetta er virkilega vel gert. Já, en það hins vegar komið núna að íslensku slúðri. Já, hvenær, er það bara núna? Já. Aha, þú meinar. Íslenskt slúður. Íslenskt slúður. Herrum, ég með brakandi fest íslenskt slúður. Kottu með það. Brakandi fest. Já. Hver að skýta? Sko, það eru, eins og þið viti, það eru nú alltaf hinir og þessir sem eru að skýta og þá aðalega þekktir einstaklingar. Í þessum slúðupakka, því meður, bara kallmenn. Bara kallmenn, ok. Já, konurnar á Íslandi, ég ánægð með þær eru að haga sér. Þær eru, já, eins og alltaf, þær eru klárari og þær eru að passa sig og þær eru betri en við sauðirnir. Íslensk kvennfólk veit alveg hvað að gera. Það veit nákvæmlega hvað að gera. Þannig að ég ætla að byrja hérna á einum móla og það engin annar en Nikita. Nikita dansarinn. Vitið ykkur það er? Já. The sexy dancer. Sem Hönnu dansara. Akkurat, en það er one hot couple maður. Algjörlega, en það fór nú ekki fram hjá neinum þegar rússneski fólinn Nikita giftist Hönnur og nú á dögum, en það kom svo frétt náttúrulega bara í öllum fjölmjölum. Þau eru gift. Munið eftir þessu. Sko ég man eftir þegar hún komið í spjalli FM95 Blöð að því hún nýhætt með kærastan sínum. Núna hún barn og gift. Ég sitt hérna ennþá sköllóttur í sama stúdíu. Hvað að gerast í mínu lífi? Já, hvað að gerast í þér? Ég skil það. 5,7% fit og aldrei betur út. Já, en þið munið hvernig þetta var. Hann sem sagt sko baðina þannig að þetta var eftir dansæfingu eitt kvöldið og þá var Hanna búin í sturtu og var að þurrka sér og svona. Hvað varst á glugganum? Nei, þetta er bara svona var þetta. Og þá var hann að þurrka sér og þá hrundi hringurinn svona úr hangklæðin hennar. Hann var búin að rulla honum svona inn muniði. Það er bara mjög sniðugt hjá honum. En sem nú ekki frásögufærandi nema hvað, að Nikita hann var stekkjaður núna daginn. Og það sko yfirleitt er sko stekkjunin haldin fyrir brúðkaup, en í hans tilfelli var hann haldin eftir brúðkaupi og hann var stekkjaður síðustu helgi, nánar sagt síðasta föstudag, en vinir hans ákvað að djóka þess í honum og vekja hann á einhvern svona skemmtilegan hátt, veit þið hvað ég á við, og eru þið hérna? Já, hann er þið, og svona til að byrja stekkjununa þá svona og þú veist, til að byrja stekkjunum svo tækjum við eitthvað prógram, fattiði. Þannig að þeir fengu... Voru menn að hella vel í sig? Já, virkilega, og þeir fengu lykilánan hjá henni Hönnu og fóru inn miðjanótt og handjátnuðu hann við ofnin. Nikita? Já. Og svo þegar hann vaknaði daginn eftir þá kveiknaði sjónvarpuninni hjá honum og það var svona Jigsaw-kallinn, þú veist, úr Saw-myndunum. Þú veist, á hjólinu með grímuna munni og hann birtist svona skjánum og þá voru vinir hans búin að tala svona inn á myndina. Þú veist, eitthvað svona, jæja, kallið minn, það verið að stekja þig svo ekki fara langt, en það leggjaði við opnin, svona spara, sko. Voru þetta rússneski vinnir hans? Nei, íslenski bara, þú veist, það er paintball og sund og við förum í Mjölni og allt svona, voru búin að tala yfir vídeoið. En nema hvað, sjónvarpið hjá Nikita, það var bilað. Og hann heyrði bara skruðning. Og hann er sko, hann er ekki að vita það ekki allir, en Nikita er svona nettgunga og svona... og nýlega búin að horfa á þess að Saw-myndur og svo leiðis og hann hélt bara að hann væri komin í vefinn, hann hélt bara að væri sko, hann hélt að væri verið að apa á eftir myndunum, einhver íslensk væri bara einhver að fara að kvelja sig og hann byrjaði strax að leita einhverjum svona vísbendingum hann inni og þeir náttúrulega takit allt upp félagarnir sko, öskra og hjálp og allt svo leiðis sko, og svo klukkutíma setna þegar vinir hans kom að sækja hann, þá var hann búin að saga
hendin af sér við úlið. Ég er ekkert að grínast. Næsta slúður því líka kjaftaði. Það var trúlegt. Það var blóð. Það var blóð. Já, Nikita á að vera stekja og hann sagaði sér hendina. Hann hélt að væri komin í vefinn. Akkurat. Hann hélt að væri verið að kvelja sig og hann ætlaði að sleppa. Þá var hann ekki gunga, þá var þetta bara heimskasti maðurinn á landinu í dag. Hann var í klukkutíma í paniki og þá tók hann af sér hendina. Jú, það er bara svo. Það var blóð allstaðar úti og hann var meðvitundalaus sko þegar það kom að honum en hann lifði þetta náttúrulega af og svo er hann núna með krók og annari og Hanna er komið með nýjan dansfélaga sem Nikita þarf að sætta sig bara við að vera á bekknum. Þú veist, fylgjast með og fjaska. En hann getur ekki, hann þarf að hafa báðar hendur en dansinu. Já, hann getur ekki, hún er komið nýjan dansfélaga, hann er frá Costa Rica, mjög ungur. Losa hann sig við það strax. Og talið vera mjög myndalegur og hann er ekki með krók. Hvað heitir nýja strákurinn á Costa Rica? Hann heitir, Já, frábært nafn. Ok. Gott nafn, viðurkenna það. Þetta er bara staðfest slúður. Herru, næsta slúður, það er nú bara mjög stutt móli, það er vinur okkar Hjörvar Hafleðason, Hjöppi K. Og hann var að lenda í svona, já ég veit nú ekki, hann var að henda einn í Facebook status og að monta sig á svona hlutum sem er bara svona fólk er búið að vera Hjöppi búin að vera að kommenta hérna á hann og svona, en þannig er mál með vexti að þeir nú ekki farið fram hjá neinum að Jay-Z og Beyoncé er á landinu og þú veist það er bara ekki hægt að skoða fréttasíðu nema sko rekast á frétta þeim að gera bara bókstaflega ekki neitt það er bara allir að spá í þeim og Hjöppi K skellti sér daginn í Bláa lónið og rekst á Jay-Z og Beyoncé í Bláa lóninu og það er bara hann sér þau og svona flestir myndu náttúrulega bara frík út. Hvað myndu þið gera ef myndu sjá bara Jay-Z og Beyoncé bara við hliðina okkur í Bláa lóninu? Ég er svona plebbin í mér ég myndi alltaf heilsa það alltaf og bara þú veist how do you like ice reyna að vera samt svona nettur einhvern veginn vitið hvað ég við annars sem hann gerir hann fylgdist með þeim svona byrja að njóstna svona þau og fjaska og svo fylgist það með sko svo fer hann sá Hjöppi þau í Bláa lóninu já þau voru í Bláa lóninu og það var ekki búin að minnast á þeim nei og það var ekki búið að loka lóninu en eitt svoleiðis þau voru bara þau er ekki vist ekki þannig sko og svo fer Hjöppi upp úr á sama tíma og Jay-Z og þegar þeir fara í sturtu og allt þetta og fer í snirtibuttunas og fer svona snáðast í honum og það er ógeðslega illa gert í og hann skrifaði hérna á Facebook ha ég notaði eyrnapinna sem Jay-Z átt og skila honum aftur og er eitthvað svona búin að vara að fíbla svolítið í Jay-Z mér fannst þetta að vera mjög ósmekklegt þetta er ekki líkt Hjöppanum þegar hann dettur í gírinn ég veit það ekki og það er líka komment hérna undir sem eru bara svona hvað lætur hann ekki bara vera og Bubbi er komin inn í þetta hérna bara láta þetta fólk vera og hvað rugli er þetta mann ekki bara aðeins að stríða honum nei samt þetta er svolítið ósmekklegt að nota eyrnapinna og svo var hann eitthvað mikið sjampó þetta er bara viðbjörn ég er bara ekki gaman að reyna það. Herru, í restina þá er það vinur okkar Friðrik Dór. Frikki Dór, hann hefur verið í slúðurinn áður. Hann hefur verið í slúðurinn. Mikill mestari. Frikki Dór er one hell of a man. Já, hann er one hell of a man. Og já, það vita sko, það er nú flestir með Nova Ísland snappið á Snapchatinu sínu. Virkilega skemmtilegt þetta er svona, fyrir þá sem ekki vita þá er þetta kannski þannig að bara Nova er með svona Snapchat í gangi og það er alltaf svona mismunandi snappari vikulega eins og til dæmis núna er Jón Jónsson og var hérna mitt áðan í heimsókn og var að snappa á fullu og virkilega gaman að því sem er nú ekki fræsuðu færandi nema hvað að Friðrik Dór var með Nova snappið núna í fyrri vikunni og það er nú ástæðan fyrir því að Johnny er komið með það því að það var ekki tekið vel í það Var síminn tekinn á honum? Í Frikkata. Varst þú ekki með það svo eitthvað jólasveinn? Já, og svo var Frikki með þetta sko mánudag, þriðjudag og var kött á hann. Akkur? Af því að sko hann ætlaði að koma sterkurinn, feskurinn á Snapchati og hann hélt hann upp á Thanksgiving með fjölskyldunni sinni og vinum núna fyrir vikunni. Hann svona var í setni kantunum með það en það sleppu nú alveg og þá ætlaði hann að vera flippaður sko og fór allsber upp í rúm með kaltónin og var svona, bitu, ég er ekkert að grínast og var svona strjúkonum og svona tróði að fyllinguna og svona allsber og með svona viðeigandi svona var eitthvað svona ég veit ekki hvað við að gera þetta það var að nakin upp í rúmi með kalkun já, en svona strjúkonum bara ekkert klappa kalkun já, svona og setja fyllingun í hann sko var þetta einhver viðbjóður eða? Já, þetta var svona óviðandi og þá fekk hann á móti fullt af Snapchatum frá bara fólki sem er að elda þetta þú veist, það er mörg þúsund manns
var að henda inn svona, var þetta ekki svolítið óviðandi, þetta ósmekklegt og svoleiðis, fekk svolítið svona hörðviðbröð og það sem hann gerir að hann bregst svo asnalega við þessu, að hann fer að svara, hann snappar á móti og svarar einstaka fólki og hann að svara hérna, held ég að veit ekki hver ég ég freki Dóri og þetta að hendi eitthvað svona, menn hvað er kalkun, hvað að ykkur og búin að vera fylla svona í kalkunin og þetta var svolítið svona þetta var ósmekklegt sko. Freki Dór. Já, og svo hann búin að vera að taka mikið að sér var á klósetturinn til dæmis. Og var að hendi í tvist þar og var svona partíbaldur fljótandi, fattur þú? Bara óviðandi snöpp. Já, bara svona var eftir að sturta og var hann komin alveg með síman onni í þetta. Þetta ekki Freki Dór sem ég þekki. Nei, þetta ekki líkt Freki sem ég þekki. Og blóð í pappírnum og svona. Þetta var slúður talandi Snapchat. Við erum konir á Snapchat. Endilega aðtöðu okkur FM95 BLO eða BLO í einu orði og þar verða bæði viðeigandi og óviðeigandi Snapchat, það bara þannig. En hér eru auglýsingar, svo það kortmynduru og gaurinn úr Police Academy. FM 957 í samstarfi við Sushi Barinn Suðurlandsbraut býður í hádegisverð alla 50 daga. Sushi Barinn hefur opnað glæsilegan stað á Suðurlandsbraut 10 og í tilefni þess ætlum við að bjóða þér og vinum þínum eða vinnufélögum í alvöru sushi-veislu fyrir alltaf 10 manns. Skráðu fyrirtæki þitt eða vinahóp inn á fm957.is og þú ert komin í pottinn. Rikki G dregur út vinningsafa á hverju miðvikudegi og ef heppnin með þér þá ert þú að fara með þinn hóp í hádegisverð á Sushi Barinn næsta 50 dag. FM957 og Sushi Barinn, Suðurlandsbraut 10. Skál fyrir þér. Viking léttöl. Einn mesti töffari rocksins, gítargóði Slash ásamt hennum frábæra söngvara Miles Kennedy og hljómsveitinni The Conspirators halda sannkallaða rockveislu næstkomandi laugardag í Laugardalshöllinni. Miðasala á miði.is. Vertu þú sjálfur og taktu fallegri sjálfsmynd. Lumia 735 Selfie síminn. Viltu verða kongur, drottning, kanslari, jafnvel keisari? Fyrir 320 kall og með smá heppni getur þú keypt nokkrar sólríkar eyjar í Karíbahafinu og stofnað þitt eigið ríki. Bóturinn Eurojackpot stefnir í 8,7 milljarða. Eurojackpot, föstu dagur til fjár. Ullar teppin eigum til, litfögur munstur, gefðu íl. Hátíðaverð fram að jólum, Geysir. Dogma með jólagjafir handa þeim sem eiga allt. Dogma Laugavegi, Smáralind, Kringlunni og dogma.is. Nýjasti Call of Duty leikurinn gæti orðið þinn. Sláðu inn strikkamörkið af þínum Doritos-poka á doritos.nu og þú gætir unnið. Túborg færi þeir útgáfu tónleika Amabadama. Amabadama fagnar útgáfu fyrstu breiðskífu sinnar, heyrðu mig nú, með veglegum útgáfu tónleikum í Gamla bíói 5. daginn 18. desember. Tryggðu þið miða á miði.is. Bættu í spennuna og tippaðu á úrslitin. Lengjan gerir leikinn skemmtilegri. Gjafakort Smáralindar tilvalin jólagjöf handa foreldrum, ömmum, öfum, systkinum, vinum, frændum og frængum. Smáralind. Góða skemmtun. Það jól í hverju horni í IKEA helgina. Frá klukkan 1 til 5 bjóðum við þér að smakka nýbakaðar smákökur og ilmandi jólaglögg. Gefum þér hugmyndir að skreytingum og piparkökuhúsið og jólasveinninn situr fyrir á myndum með börnunum. Við tökum vel á móti þér. IKEA. Nordic Events og Smirnoff kynna með stolti. Stór tónleikar með Clapton í Listasafni Reykjavíkur þann 13. desember. Miðasala í fullum gangi á Chuck Norris Grill, tix.is og miði.is. Hvar verður þú 13. des? Bárðabungu gos á lavabarnum. Heitt. Yellow Boots. Timberland, Laugavegi 6 og Kringlunni. Það lottó á laugardaginn. Þannig nú í pottinn búið. Lefðu þér smá lottó. Alltaf á föstudögum. 2 harðir og 1 lunga mjúkur. Lífsföru nautar, það Steindi Jón, Egil Gils Einarsson og Auðun Blöndal með ykkur á þessum fallega föstudegi. Við erum í gýr, maður. Þú ert að hlusta á 95 blöð á FM 957 og blöð. Hvað að fara að gerast?
Það sem að við erum að fara í núna er dagskráraliður sem að heitir Kortmyndur frekar. Jaha. Svo eigum við inni sturla staðreyndir. Við erum að fara að fá hérna gaurin úr Police Academy og nú er þetta bara hrækilóana og bara spýtum svo út úr. Má ég koma með hugmynd þegar Police Academy kemur áttir. Ég veit ekki alveg hvað að tala hann þegar 99% af hérna hlustendum við í hverjan og svona. Hann geðugur í hljóðum. Ef að láta hann fara í keppni. Nei, við gerum eftir. Hann potið ekki að hlusta núna, hann ekki kominn. Þegar hann kemur eftir stendi. Og hann skilur líka íslensku. Hann skilur ekki íslensku. Þú þarft að halda fjesi. Ég ætla að segja eftir þegar hann kemur að við séum með gaurið mitt í stúdíónu sem er rosalega góður í hljóðum líka. Hann getur gert dúfur og getur gert svín. Þá hendið þú í dýrahljóðin. Byrju akkur að tala við mig eins og þetta séu lýrahljóð. Hvað er aður? Og þú brosir ekki að neitt. Þetta er ekki eitthvað svona hann veist það sjálfur þetta viðbúður. Við segjum bara að þú ert mjög góður í eftirhömmum og svona og aðtöða hvort að hann þori að móðga mig. Ég held að það verði næs. Ég held að fóra ekki að móka þig. Kaninn er svo næs. Já, ég skal gera það. En þið tilbúinir drengir í Kortmyndu frekar? Ég veit það ekki. Þetta er búið að vera helviti erfitt undanfæri. Já, þú ert búin að vera ódýr í myndri fyrir cash all. Ég veit það, ég er alltaf ódýr í þessu. En hér er engin peningur í boði. Það er bara Kortmyndu frekar að gera. Og ég spyr hérna drengir. Kortmyndu frekar fá ykkur tribal tattoo yfir allan handlegginn eða hjarta sem að stæði blöð inni á raskinnina. Shit. Hvort myndi fá okkur tribal tattoo yfir allan handlegginn hérna svona bara fyrir ofan og frábæri valmöguleikar. Eða fá okkur svona lítið hjarta á rassinn það sem að stæði inni í blöð. Það er svona stórt, svona svo bara gera svona ring. Eins og mandarína, cirka. Já, eins og mandarína. Mjög góða punktur að þeirra koma jól. Blöð inni í því og hjarta. Já. Þetta er rosalega stór tattoo sem við talum öll hendin. Nei, þetta er full sleeve. Nei, fyrir ofan hérna olbúa. Já, rísa bara svona tribal tattoo. Veistu að ég myndi henda mér á hjarta á rassinn. Nei, það ekki? Jó. Ekki bara eitthvað flippið? Taka blöð hjarta á rassinn. En síðan eina sem sökkar er og það er með félagum með bláa lónið eða í spaði eða eitthvað og það er hjarta á raskatunnar og stendur blöðar. Þetta er bara flip. Það er ávísun á hérna, gertu niður þig, maður sjá þess raskatöður. Er það samt ekki, hvað ert að sína raskatöður þegar fólk biður það eða? Það veit allir hvað ég er á þig, veit allir hjartanu, þess vegna menna öskrat á mig. Myndu ekki frekar taka það heldur en træballin? Steindi tekur blöð. Ég tek það frekar, træballin er svolítið 99-2000. Ef þetta var ermi, það tek ermina, alla daga. Myndur þú taka ermina? Já, auðvitað, ég tek ermina, en træball 2014. Akkur færð þú þurr ekki ermi? Já, þú ert svona. Þú getur nú verið svolítið flottum með ermi. Það við auðvafjörsin erum við litt með ermi, með tattooin eða ekki? Já, bara inni. Það er eitt gallið við þú farið tattoo og getur ekki gefið blóð. Og það er liðlegt. Já. En já. Ég segi alltaf, já, hjarta á rassinn. Hjarta á rassinn og eigið líka. Já. Þannig að þeir eru báður að fara að fá okkur blöð í hjarta á rassinn. Ég veit nú það ekki. Í mandarínu stærð. Já. Vonandi ekki. Fá sér mandarínu á rassinn. Já, svo er það næsta. Kortmyndið frekar vilja frítt bensín í 25 ár eða þá að velja ykkur hvaða bíl sem er í dag. Hver er ekki með á Silent hérna eftir Stonefucker? Býtu bókið, bensín í frýtt bensín í 25 ár eða þú mætti velja bara bíl í dag. Það virtist samt að vera á Íslandi. Ég hefði 100 skallir bensín á mánuði. Þú tekir bensín. Já, ég er sammála. Ég er engin bílakall. Ég er búin að hugsa þetta. Nei, maður myndi fá okkur en okkur 500 miljónar krónar Ferrari. Nei, hann verður að vera til á landinu hérna. Ok, yes. Sko, ég er engin bílakall heldur. En ég er ekki eitthvað gaman við að fara bara og fá frían. Þú mátt velja bara einhvern geðveikan bens eða eitthvað í staðin fyrir að vera með frýtt bensin í 25 ár. Við ekki það er endar, mjög góða punktur. Ég tek bílinn. Það er aðeins meira spennandi. Ég veit ekki. Er ekki Porsche heldur í þetta? Jó, getur við ekki geggja hérna. Hummer. Ég hef aldrei átt flottan bíl. Ég hef alltaf átt bara svona druslur. Ég myndi að fá með nýja Range Roverinn, ógeðslega flottur, svona aðeins minni en hinnir. Ég myndi vilja geta keyrt á fullu. Þú ert aldrei glaðri. Þú ert aldrei glaðri en þegar þú ert með fullan tanka bensinni. Góða punktur. Og kannski eina kippu aftur í. Það myndi ekki þarna. Og ískaldan salum í rassvasanum. Já. Líður þið best þá? Ég myndi ekki nenna í eitthvað glæni að Ferrari. Þú veist, ég vil geta að fengja mér hambúrgar í bílnum. Svona öllu grín sleftu. Ég líti á þetta sem eitt annað heimili. Það er rétt. Þú reyndar étur mikið í bílnum. Já, ég sóði í bílnum. Já, og þá er það síðasta. Kortmyndið frekar vilja geta lesið hugsanir fólks eða vitað framtíð allra. Ég væri til í að, þetta er rosalegt. Já. Vistu hvað, þú hefði getað bætt hann inn í líka svona séð í gegnum veggi og svoleiðis. Já, þetta er annarkvort getur þú lesið hugsanir fólks eða þú veist framtíð allra. Þú getur bara að horta á gaurinn og þá veistu hver framtíð hans er. Já, þú veist nákvæmlega hvað er að fara að gerast þér hann. Já. Ég myndi vilja geta fengið mér hambúrgar í bílnum.
Veistu bara Veist framtíðina Bara allt Everything Allt í dítela bara Ég svona Ég vill svolítið lifa í núinu Ég myndi vilja geta að lesa bara hugsanir Já, ég líka Ég myndi fara beint í Vegas og byrja að spila póker En þú ert líka, þú elskar að spila í fjölskyldunum svona, myndir ekki, þú getur rítast svolítið þar Já, þá enda svolítið svindl, það enda góður punktur Mér finnst mjög gaman að spila með familj En þú ert að spila með huga, hann svindlar hvað sem þá myndir þú ná Ég er búin að ná að stoppa það Já, það næri ekki að svindla lengur Ég myndi segja Ég myndi lesa hugsanir Já, ég líka, ég myndi lesa hugsanir Ég held líka, ég vilja ekkert geta hort á fólk og vita hvernig það deyr og hvað er að fara að koma fyrir Nei, það er bara vesen Leðalt fyrir þig, hvað, þú ert að bara að fá kynsjúkdóm Hvernar, eftir 2 vikur Svíður ekki þú mýgur þarna, helviti Ég er alveg sammála því Ég held að lesa hugsanir, það væri mjög gott Mjög passlegt Ég held ég verið að sammála ykkur félagunum Allir með það sama, en þeir voru ekki sammála í nummer 2 Steindi myndi vilja frýtt bensin í 25 ár en Egill myndi vilja lesa bíl Já, ég held að segja að það fá bíl á Íslandi sem kostar 50 kúlur Já, það er alveg þú meinar Vá, má ég spyrja þig eða einhverju? Nei, bara góður Ég meina fyrir því hérna Já, allir feskir Á ekki hendi hérna? Hvað er það? Ég var að spá í bara hvort þú myndir frekka vilja fara ef þú myndir, sko, hérna Nei Það er eitthvað viðbjöður eða? Nei, ég veit að svona að þú væri ef forhúðin myndi Patt er 2 Léttir þér líf Epli Laugavegi 182 og Smáralind Handgerð list Beint á þinn disk Saki-barinn Sushi & Sticks Laugavegi 2 Þú fær ótrúlega snjallan Samsung Galaxy S5 síma á 99.990 krónur. Sveigjanlegur snjallpakki og Spotify Premium fylgir í 6 mánuði. Þú getur meira með símanum. Starfsmaður okkar á plani er í boði hússins á næstu þjónustustöð Shell. Hann dælir fyrir þig en þú greiðir sama verð og í sjálfsafgreiðslu. Shell, fáðu sem mest út úr hverjum dropa. Mikið úrval af nýjum og spennandi gjafavörum. Líf og list Smáralind. Lífolist.is App í Strætó. Fyndu leiðina með Strætó appinu. Nú er veisla í IKEA. Hinn eini sanni hátíðarkalkútn er komin á matseðilinn á frábæru verði. Kalkútn og meðlæti á aðeins 1295 krónur. Við tökum vel á móti þér. IKEA. Dogma auglýsir. Vorum að fá fullt af frábærum jólagjöfum fyrir alla aldurshópa. Landsins mesta úrval af stuttermabólum og frábært úrval af skemmtilegum gjafavörum. Dogma Smáralind, Kringlunni, Laugavegi og dogma.is. Ert þú svangur? Viltu alvöru bita? Kjúklingastæðurinn Suðurveri. ProMix ofurblandarinn er með flottari jólagjöfum í ár. Líkam og lífstíl, Kópavogi, líkamoglífstíls.is. Ekki missa af rockgóðinu Slass í brjáluðu rockgýr í Laugardalshöllinni núna á laugardaginn. Miðasala á miði.is. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Það hár rétt hjá honum, þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Hér á FM 957. Við sittum inn í stúdíónu 2 harðir og 1 dún mjúkur, en erum konni með góðan gest Hrikalega í stúdíónu. Já, hann heitir Michael Winslow og sló í gegn í Police Academy. Var þar með hljóðinn. Er hann ekki svona nokkuð skonar legend? Legend, já. Michael, welcome to the show. Thank you. I don't know what you said, but thank you. I'm glad to be here. We said you were a legend, and it's an honor to have you on the show. I thought you was talking about Jay-Z. Yeah, okay. Yeah, good. Well, you know what? Good to see you, man. I'm getting used to walking outside. Wow! This is normal, huh? Yeah, this is the weather that's in Iceland. I don't know how you do it, but y'all got it going on. I saw your video. Good stuff. You like my video? Oh my God. Thank you, man. DJ Muscle Boy. Yeah. Oh my God. Every time I see Muscle Boy, I want to go. I don't know what that means, but okay. Really honored. Thank you. So, thank you, man. Good video stuff, man. Giving away presents. How long have you been here in Iceland? About 28 hours or so. Okay. Something like that. You hate it? I like it fine. I used to I used to be in Alaska. But it's cold. Yeah. So we're used to deadliest catch. Well, yeah. And so you have a stand-up tomorrow yes. at Hendrix. I can stand up now if you like. But yeah, I have it tomorrow. Have you been doing stand-up for a long time? Yeah, since 19 like that. 19 around there. You remember that year, right? Yeah. Yeah, I've been doing stand-up since 19 around there.
And ever since, it's been a great career, man. Yeah, and you use because you're a magician with the sounds. You use that. Thank you. In your show, in your stand-up. I don't know why, but my microphone keeps drooping. Does it? Oh, okay. So Oh my God, I can fix that. I'm sure you can. Yeah, man. I've been. I'm sorry. What was your question? What was your question? Have you been using all these sounds in your stand-up? Do you use it a lot in your show? I use it in the show. I'm a performing artist who just happens to be able to do this. Because I've been doing comedy for so long that stand-up is the roots, is the base of it. And I don't know if you've ever tried stand-up. Yeah, we all tried it. And? Yeah, I like it. We love it. You love it? It's not easy. No, it's by really yourself. hard. A band is easier. I was, doing stand-ups. Then I thought this is real hard, so I just became a DJ. I'm a successful DJ. When did you do stand-up? Me and him, we've been doing stand-up. I don't think Egil. Yes, I was a guest appearance in Iceland's Funniest Man once. Oh, were you? Yes. Oh, okay. And you helped me. Thank you forgot about that. And how did it turn out? I was really funny. People laughed and told me I was awesome. Okay, laughed with him or at him? With him. Well, that's good, man. Yeah. Ladies, you got to see his video. It's cool. Yeah, it's a good video. I got a lot of muscles there and stuff. Oh my God. Here we go again. Ladies, outside, please. They always come in here and do that. Our friend here, Steinte Jr., he's a magician with sounds as well. Oh, really? Like you, yeah. Yeah, what you got, man? I can do the pigeon and the pig. Give him the pigeon. Pigeon and the pig. Wow, þetta var ekki tekið vel í þetta. I stuffed a toothbrush in that pigeon's. I can also. Okay, give him the pig. Give him the pig. Give him the pig, man. Okay, that's my best sound. Okay, This is what you got. I was saving it. That's his It's for JC. I guess that's the pig getting some. Oh, that's a happy pig. How happy are you, piggy? Not that happy. Now I'm going to give you some pointers on that. Okay. Now I want you to be able to. You got the good sound. Okay. But now range. Do it really low to really high, or really high to really low. No. Well, let's start with the pigeon first. High to low. Now I'm gonna show you a little something. Here you go. Yeah. Pigeons, when they walk around, they're not making that sound. They do that when you're shooting at them. Okay. But when they're walking around, it's. Can you do the pig? Also, do the pig. I'm gonna get me some pig. Come here, boy. Get that pig out of here. Man. Right after the interview. But you know what? Do the high pitch. Inhaling. There you go. And then do this. And but with the sound. Okay. You got it, man. You got it. Congratulations. Thanks. 2 new noises. Now your turn. No, I don't have any. Yes, noises. you do. I have one request. Oh my God. Can you make the sound? Got one. Yes, DJ Muscle Boy has a request. Muscle Boy, what do you want, Muscle Boy? Can you make the sound of war, like machine guns and shit? And I can yell, "Get to the chopper!" Then you make all the machine shots and stuff. I will do the pig right afterwards. I'm gonna imagine I'm in a war zone. Okay. Get to the Oh no! Get the chopper, man! There's pigs everywhere! Man! God, I need to speak. Hey, get that pig off my helicopter! Hey, look, there's Jay-Z! Hey, yo, Jay-Z! Hey, Beyonce, show me your Beyonce! Yeah! We should be a team. We should be a team with all these sounds. There's one more thing I have to ask you to do before you leave. Right? This is when I saw it's He's asking for him. He hasn't done one yet. Yeah. Okay. I'll do an impression. Okay, go ahead. You're my brother, and I love you. My brother, I love you. All right, man, you cool, man. Yeah. Wait a second, you didn't grab your nuts. It was Samuel Jackson in Great White Hype.
All the mother and snakes on a mother and plane. Snakes on a plane. What a moody. One hell of a No, movie. mother and snakes. I saw this one. I think you. I can't remember which show you won, but you did Led Zeppelin. Oh, that was on Oslo. Oh yeah, Norway TV with the band leader Odd. Yeah. That was fun. He's a good musician. That was one of the coolest things I've seen in a long time. I love jamming with musicians, man, and DJs too. Can you do a whole lot of love for us? I can do this much. Okay. You gotta come see me. At the Hendrix. That's all you're gonna get. You want to? Let's come to the show. Come to the show. Það enda til miðar á hendrix.is. Annað kvöld er ekki? Annað kvöld, klukkan 9. No, you guys y'all got the ladies doing everything here, man. Housekeeping. Michael, it was true honor to have you. Hang on. Yes. Oh, DJ Muscle Boy. Would you get out of here? Man, Muscle Boy got the ladies going on. Thanks, man. Thank you, Michael. Truly an honor. Thank you for coming to our show. Thank you, man. And where am I going to be? Hendrix, tomorrow at 9 o'clock. Amen. 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 Á FM 957. Ég vil vera hress, maður. Já, hann er svona, ég mér langar að sjá stand-up hans. Ég held að hann getur fyndin, sko. Hann er mikill muscleboy aðdóðandi. Já, hann var líka mjög fyndin svona þegar við vorum ekki í loftinu. Einmitt. Fyrir og eftir viðtal var hann að fíblast. Það hægt að horfa það náttúrulega á Snapchatun okkar. Við tókum upp smá Snapchat með honum. Já, við tókum upp Snapchat leikritið, það sem hann er þyrla. Egil Röskar að Get to the Chopper og þú komst með svínið. Já. Það inn á Snapchat. Og hann fullkomnaði svínið fyrir mig. Hann kendi mér. Hann pakkaði, ég ætla ekki að vera leiðilegur, hann pakkaði þessu. Hann tók svínið þitt og pakkaði svínið. Já, en eftir hann kendi mér hvernig ætti að gera svínið, þá fannst mér þetta að vera bara verri klóst. Já, fólk getur dæmt inn bara á Snapchatinu. Ég er ekki að vera leiðilegur, hann pakkaði þessu. Já, ég ætla ekki að keppa þennan mann í glóð. Herru, hvaða veistla er búin að vera hérna í dag? Klukkan á 6, mér finnst eins og hann verið að byrja. Já. Án gríns. Við þurfum að hafa við verðum að fá 3 tíma þætti. Þetta er rosalega, við náðum ekki eins og að fara í störðlega staðarindur og það hefur verið geggjar í dag. Ég saknaði þeirra sko. Það var ómikið að gera. Ég er endar, það er gott að eiga þær í næstu viku. Því að sko, núna það er of stuttu tími til að því við erum alltaf í góðum 12 mínútum. Já, við skulum eiga þær inni. En já, við þökkum Jóni Jónssoni kjallaði fyrir, hann er búin að gefa út nýjan disk, endilega tjekkja á því. Já. Michael Winslow, virkilega skemmtilegur stand-up-gaur, kom inn í spjall og það er vist ennþá til einhverju miðarinn á hendrix.is, þannig að að gera að tjekka á því líka. Og svo var það nýja lagi hans Gilsa, sem að ef við herðu, það er bara komið út allt, komið á Vísi og MBL. Já, þetta er bara, og dritast inn kveðurina. Hluski lovin it. Já, hlustendur geta farið núna inn á YouTube og séð myndbandi við lagið. Já, ekki spurning. Og eins og við sögum, þá vorum við að setja inn leikritið á Snapchati. Já, herru, ég vil minna á annan þátt af hreinum skildi á sundaginn. Ég verði að koma að því. Verði að koma inn. Já, ég hlakka til að sjá hvernig Herjóls, við erum svo oft í Herjóli. Algjörlega, þá þegar ég, Pétur Jóhann og Saga Garðars ákoma að taka yfir Herjólf og sigla til Ibiza. Mér alls ekki missa þið. Nú er Ægir Kjellstedt bara dáinn. Ægir Kjellstedt er farinn. Hann fór bara hann í potti. Hvað er að frella þetta pjala? En þú veist, hann alltaf var legendur í hvernig hann kvatti, sko. Kannski er hann ekki döður. Nei, hann gæti komið aftur. En takk æðislega fyrir hlustunum í dag, kæru hlustendur, vonandi höfðu ég gaman að og við. Ég er alltaf búin að hafa virkilega gaman að þessu. Við verðum mættir hér aftur næsta föstudag og það er pæling í gangi, kæru hlustendur, að við verðum í jólaþátt 19. des og þá munum við fá allt krúið í stúdíóið. Þannig að það verður stemming líka. Hljóma vel. En þar til næst eigið góða helgi, gangi ykkur vel í prófum og í próflestri þið sem eru í því og þið sem ætlaði að skemmta ykkur, gangi hægt gleðina dyr. Við verðum í bandi, heyrjumst þetta viku. Takk og Eiga allir skilið annað tækifæri? I could somehow do anything that would undo what I did to us. Just tell me what it is. Myndin Begin Again í Sambíónum með Mark Ruffalo, Keira Knightley og stórsöngvarunum Adam Levine í aðalhlutverkum er að slá í gegn hjá gagnrýnendum en Rolling Stones og Empire gefa myndinni 4 stjörnur. I'm not going anywhere. Are you gonna stay on the bench? Yes, I'm gonna live on this bench. Begin Again er gleðileg mynd það góða í lífinu, ástina, fjölskyldu og vinaböndin. Brjótt upp daginn í jólastressinu og skelltu þér á stefnumót. That's right, what's that the like? Fylgstu með á FM 957 alla vikuna og þú getur nælt þér í miða á þessa frábæru rómantísku gamanmynd. FM 957 og Sambíóin með þér í bíó á Begin Again. If I could somehow do anything that would undo what I did to us, just tell me what it is.
Samfimm kynir, Begin Again. Gagnrýnendur segja myndin sé fyndin, rómantísk og hreinlega ómótstæðileg. Ein besta mynd þess árs með Mark Ruffalo, Keira Knightley og Adam Levine úr Maroon 5. That's right, what's not to like? Allar myndir ættu að vera svona Were you góðar. serious last night? Who is this? Really? I'm joking. Begin Again, fyrir sínt 5. des. Hreint vatn breytir öllu. Það er undirstaða hreinlætis og fæðuöflunar og þar með heilbrigðis. Með betri heilsu aukast tækifæri til menntunar, tekjuöflunar og almennrar velferðar. Þess vegna byggir hjálparstarf kirkjunar brunna í Afríku og þinn stuðningur gerir kraftaverk. Greiðum valgreiðslu í heimabanka. Hjálparstarf kirkjunar. Sjálfsmyndin verður betri ef þú tekur myndir ofanfrá, því þá virka augun stærri. Lumia 735 Selfie síminn. Police Academy-stjarnan Michael Winslow og Sálinnan Sjónsmýns á Hendrix laugardagskvöld. Hendrix.is og miði.is. Dogma auglýsir. Vorum að fá fullt af frábærum jólagjöfum fyrir alla aldurshópa. Landsins mesta úrval af stuttermabólum og frábært úrval af skemmtilegum gjafavörum. Dogma Smáralind, Kringlunni, Laugavegi og dogma.is. Leikirnir eru á lengjunni. Skrúfað upp spennuna og tippað á úrslitin. Lengjan gerir leikinn skemmtilegri. Kveikt á einhverju skemmtilegum jólin. Jólaseríunni, kertunum og sjónvarpi Símans. Mundu líka eftir appinu. Með því getur þú hort á sjónvarp Símans hvar og hvenar sem er. Þú getur meira með Símanum. Mikið úrval af fallegum vörum og full búð af glæsilegum jólagjöfum. Víla Kringlunni og Víla Smáralind. Adam á iPad Air. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind. Skemmtun í hæsta gæðaflokki. Where you gonna be? Right here. Tónlistastöð. Keep it right here.